Þá ætlum við að slá á þráðinn til London. Þar Guðmundur Auðunsson, fréttaritari samstöðurinnar í Bretlandi eða Englandi. Vertu velkominn, Guðmundur. Takk fyrir kærlega. Það var kosið og ég menna flestir vita nú niðurstöðunar, en það sem ég langaði til þess að fá því til þess að svona velta vöngum yfir. Hvers konar ríkisstjórn verður þetta sem að Starmer hefur myndað og hvað ætlar hún sér og ég meina hvers konar pólitíkus Keir Starmer? Ekki þetta sósíalisti? Nei, já, sko, hann sagðist vera sósíalisti áður fyrr, en það sem hann hefur verið að dunda sér við að gera síðan hann komst til valda sem formaður verkamannaflokks eða leiðtogi verkamannaflokksins að reyna að reka eins marga sósíalista úr flokknum hann hefur geta. Hann hefur ekki náð að losa sig við alla. Það ennþá John McDonnell, Sara Sultana, Richard Burgon ennþá þingmenn fyrir verkamannaflokkin, en þeim haldið algjörlega utan valda innan flokksins og það sem að mest var hann eiginlega rak fyrirrennar sinn Jeremy Corbyn úr flokknum. Já. Þannig að hann hefur líklega getur sagt eins og einhvern veginn var sagt að það hafi verið einna messu virði að ljúga þessu okkur sósíalisma og okkur landsfundi til þess að vera kjörið sem formaður, en síðan hefur ekki mátt merkja það á svona stefnu hans eða eitthvað. Nákvæmlega, og ef hann hefði ekki verið sagt, ef hann hefði sagt ég ætla að stjórna frá hægri eða miðju hægri, ég ætla að fylgja í fótspor Tony Blair, þá hefði hann aldrei verið kosinn formaður og hann vissi það. Ok, en hann komin í Downing Street 10 og við hverju má búast? Ég meina, nú eru Bretar langþreyttir á stjórnarstefnum sem hefur verið rekin. Maður myndi ætla sem svo að þá væri það eiginlega lausn nýrra stjórnvalda að slá rækilega nýjan tón og sýna það að komið nýtt fólk til valda. Hvað mun hann gera? Sko, hann með mjög stóran meirihluta. Þeir verkamannaflokkurinn með 410 af 650 þingsætum. Menn búin að horfa á það sem gífurlegan sigur Starmer, en í raun bætti hann við sig í Bretlandi bara 1,7% stigum fylgi og fækkaði vegna þess að kjörsókn datt niður úr 68% í 60. Í seinustu tveimur kosningum þegar Corbyn var í framboði þá jókst kjörsókn töluvert mikið vegna þess að sérstaklega vegna vinsælda Corbyn hjá yngra fólki sem fór frekar á kjörstað þegar hann var margir virðast hafa sem verið heima núna, svo eitthvað óanaðir íhaldsmenn þetta sem sátu heima. En þetta gerði það verkum að hann náði samt alveg gífurlegri sveiflu og gífurlegu sigri í kosningunum, ekki vegna þess að hann var að bæta við sig atkvæðum. Í England og Wales samanlagt tapaði flokkurinn bæði prósentustigum og atkvæðum. Það var bara Skotlandi sem þeir náðu mjög góðum árangri og jöku þingmannatölu sína frá úr 35 þingsæti ef ég mann rétt, það alveg svakalegar tölur. Og ástæðan fyrir því náttúrulega fyrst og fremst hrun skoska þjóðarflokksins sem hefur verið í stórkostlegum vandræðum undanfarið, þannig það ekki þannig að Skotar séu svona hafi heillast af Keir Starmer og verkamannaflokki hans, heldur þeir að refsa skoska þjóðarflokknum sem að sömuleyti svona vinstramegin í breskum stjórnmálum, eða ekki? Jú, Skotar eru mjög vinstri sinnaðir og voru vegna óánægju með verkamannaflokkinn, þá voru þeir búin að finna sér farveg í skoska þjóðarflokknum sem vinstri sinnaðar flokkur frekar og en líka þetta vegna aukins stuðnings við útgöngu Skotlands úr breska konungdæminu. Þetta hefur gerði það verkum, svo í raun og veru má segja að Starmer verkamannaflokkurinn hafi unnið þannan sigur bara á því að íhaldsflokkurinn vegna óvinsælda hrundi gersamlega í Englandi og að skoski þjóðarflokkurinn hrundi líka í Skotlandi, reyndar minna en þeir hrundu nóg til þess að þeir töpuðu þingsætum. Og hér eru nokkra sláandi tölur. Í þessum kosningum
fekk Starmer og verkamannaflokkurinn 9,7 milljónir atkvæða rúmlega. Corbyn í svokalluðu hruni, sem að þeir töpuðu töluvert af þingmannum, fengu tæplega 10,3 milljónir atkvæða fyrir 5 árum. Og í kosningunum þegar Corbyn fekk rétt rúmlega 40% atkvæða, þá fenguðu næstum því 13 milljónir atkvæða. Þannig að frá því sem Corbyn gerði best og þessum kosningum núna hefur Starmer tekist að fá 3,5 milljónir færri atkvæða heldur Corbyn upp á sitt besta. Þannig að hann má gera spurningamerki hversu gífurlegur sigur þetta er. En á móti þá hrundi íhaldsflokkurinn. Flokkurinn, sko, það er ekkert smávægislegt hrun. Hann er með lélegustu kosningu síðan allavega 1906, líklega þarf að fara aftur til 1800 og eitthvað, til þess að 1832 ef ég man rétt, til þess að fá verri útgáfu fyrir íhaldsflokkinn. Íhaldsflokkurinn fekk innan við 24% fylgi, flokkur sem að oft hefur verið yfir 40%, en á móti er popúlískur hægriflokkur Reform sem á rætur sínar rekja ákveðnuleyti í hreyfinguna vegna úrsagnar úr Evrópusambandinu. Þau fá rúmlega 14% fylgi og yfir 4 milljónir atkvæða, en sem betur fyrir ekki nema 5 þingmenn miðað við, og það sýnir í raun og veru hversu sturlað kosningakerfið er í Bretlandi. Til dæmis frjálslyndi lýðræðisflokkurinn er með minna fylgi heldur en Reform. Þeir eru með rúmlega 11% fylgi en fá 72 þingmenn, meðan Reform fær 5 þingmenn upp á rúmlega 14% fylgi. Verkamannaflokkurinn fær yfir 60% þingmanna á 33,7% atkvæða. Þetta er einkenni einmenniskjördæmanna í Bretlandi, þannig að í raun og veru þá getur þú staðið í stað eins og Starmer gerði eða labba aðeins aftur á bak, svo lengi sem andstæðingurinn hrynur, þá getur þú unnið stór sigur. Já, en ef ég fer aftur að spurningunni, hvað telur þú að muni einkenna stefnu Starmers á svona fyrstu mánuðunum, og því að þú ert að tala hennan aukna meirihluta, þannig lagði íhaldsflokkurinn af stað í kjörtímabilið sem endaði með hruni hans, og hann lagði af stað með stefnu Boris Johnson sem að hrökklaði síðan frá, og þá kom bara einhver allt önnur stefna, eða ekki allt önnur, en svona aðrar áherslur komu með næsta formanni og svo enn aðrar með þriðja formanninum. Þannig að kannski staðan í upphafi segir ekki alltaf til hversu miklum þrótti fólk getur náð fram einhverju breytingum. En mér langar bara að vita, hvað er það sem að Starmer mundi vilja nota þessa einstöku stöðu sem að verkamannaflokkurinn fær, þó hann hafi ekki aukið við fylgi sitt, þá var hann að fá möguleika á bara stórkostlegum breytingum í bresku samfélagi, og hverjar mundu þær breytingar verða út frá sjónarhóli Starmers? Sko, ég held að það er besta samlíkingin, það voru nú kosningar í Frakklandi í gær sem fóru betur en á horfðist. Besta samlíkingin er við Macron, þegar Macron er kosinn forseti 2017. Hann kemur inn frekar vinsæll og segir, hann hafði reynda verið ráðherra í ríkisstjórn Sósíalistaflokksins, en var í hægri jaðri hans og ákveður að stofna svona miðjuflokk og segir svona rassjónal stefnu, frjálslyndi, og keyra svona bara nýfrjálsíkjuna áfram, en svona kannski ekki með offorsi, heldur svona keyra bara áfram að sömu sporum. Macron er einn óvinsælasti stjórnmálamaður í Frakklands í dag, líklega óvinsælasti. Miðjan er hrunin. Það sem að gerðist í Frakklandi er ekki ólíklegt að gæti gerst því miður í Bretlandi. Starmer er búin að lofa stjórna einhvers konar í makronískum vegi, það er að segja frá miðjunni. Þeir ætla að lappa upp á hér og þar. Þeir reyndar eru með þeir vilja ekki þjóðnýta veitufyrirtækin sem þarf að gera, vegna þess að það er allt í mólum, en ætla að stofna
þeir ætla að stofna veitufyrirtæki sem rekið af ríkinu í samkeppni við það og sem gæti hugsanlega smátt og smátt tekið yfir. Þannig að það svona þetta var svona málamiðlun milli þar sem flestir almenningur vill að ríkið reki veitufyrirtækin. Hann hefur bundið sig, stjórnar sem hefur bundið sig í kosning eða fjármála áætlun Íhaldsflokksins sem var mjög þröng. Og þeir gerðu þessa vitleysu vegna þess að þeir ætluðu að reyna að sannfæra svona fólk það að þeir væru svona rosalega ábyrgir. Þetta gerir það verkum, ólíkt þegar að Blair komst til valda, þá var efnahagurinn mjög góðu fari, að efnahagurinn í frekar lélegu formi núna, þannig að þeir eru raun og veru geta sáralítið gert nema þeir færi í róttækar breytingar á samfélaginu sem að Corbyn hafði lagt upp með fyrir 4 og 5 og 7 árum og þannig að það líklegt að verði litlar breytingar, bilið milli væntinga almennings sem væntir breytinga og það sem verður gert hægt að verði mjög mikið og gæti orðið að ginnugagjá og þá gæti reiði almennings þróast út í það sem gerðist í Frakklandi að hægri populistar, öfgahægri populistar sem eru reformhér í Bretland og þetta RN og Le Pen í Frakklandi, að þeir gætu raun og veru bara tekið yfir hægri vænginn í stjórnmálum eins og gerðist í Frakklandi og miðjan hrunið. Og þá eiginlega eina svarið til þess að berjast gegn slíkur populískra hægrisveiflu væri það að vinstri myndi styrkjast eins og gerist í Frakklandi. Þessi þróun alls ekkert ólíkleg, en það bara spurningin hvort að verkamannaflokkurinn í Frakklandi var allavega flokkastruktúr á vinstri vængnum, en hann frekar lítill hérna í Bretlandi eða þá ekki mjög sterkir flokkar, þannig að í raun og veru þyrfti verkamannaflokkurinn að klofna eða það að vinstriöflana taka yfir aftur, en þá gæti verið orðið á seint og reform komið til valda. Þannig að ég mjög svona efins að framtíðin sé neitt sérlega björt. Það sem að Starmer gæti gert væri það að fara í gífurlega uppbyggingu á infrastruktúr og endurvekja hagkerfið og byggja upp græna orku og framtíðar orku eins og verkamannaflokkurinn var búin að stefna að og það gæti komið hjólum atvinnulífsins virkilega af stað, en því miður ólíklegt að það gerist. Í svona tveggjaflokkakerfi sem í svona grunninn tveggjaflokkakerfi og það sem að vinstrið í einhverjum samvistum inn í verkamannaflokknum, að þá það eiginlega endurnýjun vinstra megin að verða til innan flokksins. En eins og Keir Starmer hefur stýrt þessu flokki að þá hætt við það að ef að þú, Guðmundur Auðunsson, ætlar að koma með einhverja gagnrýni á forystunni, þá verður bara rekin út úr flokknum fyrir gyðingandúð eða eitthvað. Ja, það hefur gerst. Þeir hafa rekið gyðinga á flokknum fyrir gyðingandúð, fjölmarga. Þeirra glæpur var að vera sósíalistar, ekki gyðingar, og að styðja við réttindabaráttu Palestínumanna. Það telst sem gyðingahattur í innstu kjörnum verkamannaflokksins í dag. En að styðja baki við fjöldamorðum á Palestínumönnum, það Starmer alveg tilbúin að gera. Þannig að það alveg rétt, þetta mjög erfið staða fyrir vinstra fólki í Bretlandi. Já, ég var að fylgjast með þarna á kosningaráttinni, þá fylgdist ég náttúrulega með hvort að Corbyn næði inn og hann náði inn og svo sá ég að það voru 4 aðrir þingmenn, einn þeirra var nú ekki tengdur verkamannaflokknum, sá ég, sem að náðu kjöri fyrst og fremst út á afstöðunni til Gaza. Og sem þá óánægja með afstöðu stjórnvalda og síðan verkamannaflokksins sem að raunverulega styðja þjóðarmorð með þögninni. Þarna ertu komið raunverulega með 5 manna þingflokk sem stærri heldur en umbótaflokkur Farage sem eiginlega flokkur Palestínu á breska þinginu. Já, þetta alveg rétt. Og sko, þetta ekki bara Palestínu, þetta allt
þessi þingmenn náðu allir í gegn í kjördæmum þar sem að verkamannaflokkurinn var sterkur. Þannig að það sem gerðist var það að fylgi verkamannaflokksins, þessi vinstra fylgi, fór yfir á þessa menn sem tóku hanskan fyrir palestínumenn. Þetta í flestum tilfellum harðir vinstri sinnar oft sumir koma úr verkamannaflokknum, aðrir ekki. Ég tók það sem dæmi að því að svo væri ekki að fólk held ekki að það hefðu allir verið þeim megin að eitt kemur öfulega úr frjálshyggjarflokknum. Já, og þetta sko, en þeir eiga það sameiginlegt að þeir eru vilja gersamlega stuðningur allra stjórnmálaflokka á þingi við ábeldisverk Ísraelsstjórnar hefur gersamlega gengið fram af fólki og það var hellingur af fólki reiðin, það er ekki hægt að ýkja reiðina gagnvart íhaldsflokknum og fögnuðin við það að íhaldsflokkurinn hafi hrunið, það alveg gífurlega fögnuð, en ég þekki til dæmis hellinga fólki sem kaus verkamannaflokki þó það væri mjög reitt með forystuna bara til þess að halda íhaldsflokknum úti og það má ekki gera lítið úr því þó ég sé með tölum að þetta sína fram á það að verkamannaflokkurinn hafi fengið frekar slaka þeir voru með meiri hlut á færri atkvæðum heldur en hefur gerst síðan á 3. áratugnum held ég og þá má ekki gera lítið úr því að breskur almenningur refsaði íhaldsflokknum stórlega og þó að það sé ákveðin hættumerki uppgangur reform. Já, en þegar maður annað sem maður sér þegar maður velta fyrir sig hvað vinstrið eða sósíalista, hvernig bregðast þeir við þegar að flokkurinn fer svona afgerandi til hægri og þá sá maður að græningjar bættu við sig samkvæmt mínum útreikningum þarna sem var svona undir lok næturinnar, það getur verið að við breyst eitthvað einhver prósenti að þá var það verkamannaflokkurinn að bæta þessi 1,8 en græningjar 4,2 þannig að græningjar fengu 6,5% fylgi 18,5 milljón atkvæða þrefölduðu 1,850.000 atkvæði 1,8 milljónir þannig að þeir hafa ekki verið svona sterkir áður í kosningum og þeir bættu við sig 3 þingmönnum sem mjög erfitt. Það mjög erfitt að ná þingmönnum inn ef þú ert ekki í hinum rótgrónu flokkum. Og þess vegna það hafa aldrei verið kosnir fleiri óháðir þingmenn heldur en nú. Ég held að samanlagt eru fleiri óháðir þingmenn kosnir í þessum kosningum heldur en samanlagt frá lokun seinni heimsstyrjaldar í kosningunum þar á undan. Þannig að græningjar bæta við sig og það óánægja með þeir bæta líka við sig töluvert mikið fylgi að í mörgum kjördæmum sem voru kannski sérstaklega þeir sem voru tryggkjördæmi verkamannaflokksins minnkaði atkvæðatala verkamannaflokksins og það voru margir óánægðir en það nægði ekki til þess að töpuðu þingmenn en sjálfsagt ekki vegna þess að aðrir flokkar hrundu en græningjar bættu oft við sig það voru líka óháðir aðilar til dæmis í kjördæmi Starmer sjálfs, þar var Andrew Feinstein sem þekktur mannréttindafrömuður frá Suður-Afríku sem býr nú í Bretlandi og var í þingmaður fyrir ANC, hann bauð sig á móti Starmer og var í öðru sæti með 20% atkvæða og tók helmingin af atkvæðum Starmers í burtu. Meirihlutin hans var svo stóra hann mátti við því en þetta sýnir að það ákveðin gífulegur gerjun á vinstri vagninum svo ég kom tilbaka til spurningarinnar. Þannig þá var það spurning hvað hægt að gera. Það var reynt að taka yfir verkamannaflokki, vinstrimenn reyndu að taka yfir verkamannaflokki, það tókst en núna var hreinsanirnar að vera svo gífurlegar maður veit að þetta ekki við framtíðina þannig að það gæti orðið erfitt að ná aftur fyrir vinstrimenn að ná aftur völdum í verkamannaflokknum. Völdum eða áhrifum, ég ætla að skjóta kannski inn, það kannski ekki bara að ná völdum en þetta sé annarkvort sveiflist þetta á milli ýktra hægri krata eða róttakari sósíalista. Það er náttúrulega líka möguleiki að flokkurinn geti verið einhver svona breiðfylking þar sem hún næri fram sjónarmiðum róttakari sjónarmiðum með.
Já, það möguleiki, til dæmis slíkur leiðtogi, svona sameiningar gæti orðið til dæmis Andy Burnham sem freka vinstri sinnaður borgarstjóri í Manchester. Þannig að það slíkir möguleikar eru fyrir hendi, en það má samt ekki gera lítið úr því að það verður á götunni í samtökum, í verkalýðssamtökum, í baráttusamtökum fyrir réttindum Palestínumanna og öllu slíku að Starmer á eftir að finna fyrir andstöðu frá vinstri ef hann það líka hægt við að raunverulega stjórnarandstaða vegna þess að íhaldsflokkurinn á eftir að halda áfram í einhverjum bræðravígum meiri hlutan á næsta kjörtímabili, þannig að það ekkert ólíklegt að andstæðan frá hægri komi frá popúlískum hægrimönnum sem núna eru búin að fá rödd inn á þinginu þannig að vinstrimenn eru að fylgja sér saman og það komin ákveðin hreyfing að þetta svona villta vinstri sem frægt í Bretlandi fyrir bræðravíg, að það sé svona að reyna að koma sér saman og vilji vinna með svona vinstri sósíaldemókrötum eins og finnast í verkamannaflokknum að sumir hafa verið reknir þaðan. Þannig að það ákveðin gerjun á vinstri vægnum en frá hægri vægnum að þá svolítið merkilegt að það líklegt, strategían hjá Farage og Reform að hann búinn að vitna til hruns kanadíska íhaldsflokksins upp úr 90 eitthvað, þar sem þeir duttur endan eru 2 þingmenn á þinginu. Þá var stofnað flokkur sem hét meira að segja Reform, sem var svona ultrahægri flokkur og sem tók smátt og smátt yfir gamla íhaldsflokkin. Þetta strategía þetta strategía Farage og Reform og það kemur mér ekkert óvart ef einhver þróun eins og slík á hægri vægnum og það líka ekki ólíklegt eins og ég sagði áður að þróunin gæti orðið eins og í Frakklandi að miðjan myndi ekki halda. The center can't hold eins og þeir segja á ensku og það verði polarisering en það voðalega erfitt á þessum stigum að sjá fyrir sér nákvæmlega hvernig þetta gerist. Þetta eru svona pælingar út frá stefnumálum Starmer sem ég með og hætt við að vegna þess og Starmer færingakveitibrauðsdaga eins og flestir nýjir forsætisráðherrar fá, þannig að það margir eru uggandi sérstaklega hugsanlegan uppgang hægri popúlista. Vegna þess að vinstrið þá verkamannaflokkurinn sé svo afgerandi á miðjunni og raunverulega einhverju hægri miðju að það verður getuleysa verkamannaflokksins til þess að mæta kröfum lágtekjufólks og annarra slíka sem upplifa óréttlætið í samfélaginu. Þetta gerðist það sem bjargaði Frakklandi frá því að lenda í meirihlutastjórn hjá National Rally og Le Penistonum var það að vinstri stóreldist líka og urðust núna stærsti flokkurinn til þess að koma í veg fyrir að populistarnir fljóti inn á óvinsældum miðjumanna eins og Macron að þá þarf vinstri að vera sterk. Og það líka ná til vinstri eins og raunin með Mélenchon og kommunistana í Frakklandi sem vantar náttúrulega upp á í Bretlandi, sérstaklega þegar búið að rekja vinstrið út úr vinstriflokkum. Já, það helst myndi vera gert það eru ákveðin verkalýðsfélög sem eru frekar sterk í Bretlandi en þau hafa sögulega ekki skipt mikið af stjórnmálum nema að borga peninga í sjóði verkamannaflokksins en slíkt gætu þetta breyst. Já, gætu endur skoða það. En varðandi þetta með þetta tveggjaflokka kerfi sem þarna, að ég tók það saman þarna nóttina að þá eru það 57,6% kjósenda sem að kusu annarkvort flokkinn og ég þurfti að fara aftur til 1910 til að finna lágt hlutfall. Á eftirlitsárunum var þetta svona 86-96% sem að kusu annarkvort verkamannaflokkinn eða íhaldsflokkinn. Og þarf ekki að fara lengra.
Ég þarf ekki að fara lengra eftir heldur en til 2017 þegar að 84% kjósenda kusu annað tveggja stóru flokkana. Þannig að ég að velta fyrir mig sko, reynir ekki svolítið á þetta kosningakerfi þegar þetta staðan, eins og þú veist að taka dæmi af umbótaflokknum og frjálslyndum, þar sem að sko frjálslyndir eru með, ég veit ekki með sko 15 eða 16-falt fleiri þingmenn, en eru kannski bara með helmingin, rúmlega helmingin af fylginu. Jú, það eru sáraflá lönd í heiminum sem með kosningakerfi eins og þetta. Bandaríkin auðvitað frægt dæmi, en það byggðu þeir sitt kosningakerfi á því breska. Ekkert land í Evrópu með svona kosningakerfi. Það eru sum land eins og Frakkland sem með blandakerfi, þar sem að þú getur kosið flokk í fyrstu umferð en síðan önnur umferð til þess að sigurvegarinn standi uppi oftast með yfir 50% fylgis. Þannig að þetta kerfi, þeim minna fylgi sem stærstu flokkarnir fá í svona kerfi, þeim ólíklegra það haldist til lengdar. En stóru flokkarnir hafa tendens að þetta vilja ekki breyta því vegna þess að þeir hugsa, já við komumst til valda næst, sko, og þá komumst við einir til valda. Þannig að þrýstingur til þess að breyta þessu þarf að koma neðan. En maður myndi ætla að í svona ástandi þar sem eru það eru 66% kjósenda sem kusu ekki ríkisstjórn sem með aukin meirihluta á þinginu, að það verði þá til einhver svona átök á götunum, í mótmælum, í einhverjum svona svo sem hafa einkennt svo sem bregst stjórnmála eins og baráttan í loftslagsmálum og Momentum var á sínum tíma og fleiri svona dæmi, að verkalýðshreyfingin beiti sér harðar og pólitískar og fleiri af því að þetta náttúrulega kerfi sem að augljóslega ekki að þjóna almenningi. Nei, og það alveg ljóst og það og þarna það merkilega, þarna eru kannski sko, þeir sem fáru verst út úr þessu kerfi var þetta í form, þeir fengu 5 þingmenn út á yfir 14% atkvæða, 5 þingmenn að 650 þannig að það kemur auðvitað þrýstingur frá þeim að breyta kosningakerfinu, það kemur þrýstingur frá vinstrinu. Það eru bara svona flokkseigandinn kannski í íhaldsflokknum og verkamannaflokknum sem vilja halda í þetta. En talandi sko pólitík götunar sem það mjög líklegt að í framtíðinni verði hún bara mikilvægur og mikilvægari vegna þess að óánægja almennings þarf að fá útrás. Ef hún nær ekki gegn í kosningum óánægja almennings, þá þarf hún að fá útrás einhvers staðar og þannig að mótmæli og aukin harka og mótmæli verkalýðsfélaga í Bretlandi til dæmis alls ekkert ólíkleg og það má segja það í Frakklandi að mörguleiti voru það stjórnmál götuna, það að segja vinstri sinna sem fylgdu sér á göturnar í kjölfar sigurs RN í fyrri umferðarkosningana í Frakklandi að þetta fólk var sko fleytti síðan vinstrimönnum inn gegn og reyndar hjálpuðu vinstrimenn miðjumönnum til að fá fleiri þingmenn en þeir áttu nokkuð tímann nálægt miðað við það sem að þeir fengu í kosningunum með því að stíga til hliðar ef þeir voru þriðja sæti og það gerðu reynda miðjumennir á sumum stöðum, mörgum stöðum líka. En sko, þetta, ég sé fyrir mér að slík, sko, allt stjórnmálakerfið út allan heim í upplausn og efnahagskerfið í upplausn. Það var eins og það hefur verið orðað að sko, gamli heimurinn hrunin en fæðing hins nýja gengur erfilega. Og þetta staðan sem við erum í dag. Og hættu að heimurinn farist á bassförum. Ég ætla aðeins að spyrja varðandi þetta með að ef að sko hinn formlegu stjórnmálinn á þingi endurspegla ekki vilja fólks og það verður svona átök á götunum, þá náttúrulega verkamannaflokkurinn bara út á sögu sinni á í erfileikum með að standast það. Ég tala ekki ef það verða sko verkföll og annars slíkt að þá það
er það ástand sem að ristir sko flokki miklu meira inn að beini heldur en íhaldsflokkin sem getur bara litið á að hann sé að verjast upplausnar öflunum í samfélaginu öðru slíku, en verkamannaflokkurinn ætti að vera farvegur fyrir sko umbreytingaröflin sem að vilja bæta samfélagið, og ef hann þarf að halda utanum sko hægri sinnaða stefnu og nýfrjálshyggjulega stefnu í efnahagsmálum gegn átökum og götunum og jafnvel verkvöllum, að þá getur það mjög fljótt valdið sko svona innanmeinum í flokknum sem að kannski er erfitt að spá fyrir hvert getur leitt. Jú, og þetta sama, sko, þetta má segja spegilmynd af því sem við höfum séð gæti gerst í verkamannaflokknum, spegilmynd af því sem við höfum séð á hægri vangnum, þar sem átökin á milli popúlíska hægri og hins svona klassíska íhaldsstefnu og síðan svona og við sáum það að þetta keyrði íhaldsflokkin gersamlega niður og sér ekki fyrir endan á því. Það verður það gífurlega átök innan flokksins nú hver verður næsti leiðtogi, hvaða stefnuflokkurinn eigi að taka. Slíkt getur auðvitað gerst á vinstri vangnum líka. Svo ég komið aftur að því sem ég held að skipti mestu máli hér, að ef að væntingarnar, það eru þetta væntingar, gífurlega væntingar, þó að margir sem hafa bara skoðað stjórnmál lengi eins og ég frekar svartsýnir á að hverju maður búast við að stjórn Starmer, en væntingar almennings eru það verði sko stórfelldar breytingar á samfélaginu, fólk sem að vera að kjósa verkamannaflokkin til þess að fá breytt samfélag, og þegar að sú staða komið upp að væntingar samfélagsins eru miklu minna stærri heldur en það sem að gerist í sjálfu sér, þá verður alveg gífurlegt svona gjá, og það á svona væntingar gjá er einmitt það sem að popúlískir hægriflokkar spila inn á, og eina svari gegn popúlískum hægriflokkum og uppsveifli þeirra þegar þú ert með svona stöðu í samfélaginu er sterkt vinstri og breiðfylking vinstrinsins, hvort sem að þeir eru innan flokka eins og verkamannaflokksins eða utan. Já. Herðu, Guðmundur, ég ætla að þakka fyrir það sinni. Mér ætla nú hugbarað að hugast að tala núna í lokin að líklega þótt að sé alltaf erfitt að ráða í svona prósentur í einminniskjördæmakerfum, að þá er líklega verkamannaflokkurinn og þjóðfylkingin í Frakklandi með viðlíka fylgi, en verkamannaflokkurinn uppsker út úr sínu kosningakerfi næstu 2/3 þingmanna, á meðan að þjóðfylkingin í Frakklandi er með undir fjórðungi af þingmönnum fyrir sama fylgi. Þetta er náttúrulega þetta er skrítin kerfi, eða hvort sig. Skrítin kerfi. Já. Herðu, Guðmundur, gaman að tala við þig og við munum fylgjast með ríkisstjórn Starmers í samtölu við þig. Hlakka til þess. Já, sömuleiðis og takk fyrir samtalið. Já, takk. En ég sit hérna áfram og held áfram að reyna að skilja veröldina og heiminn og samfélagið og kannski sjálfa mig í leiðinni. Næsti kafli er eftir augnablik. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman.